kassu, góðan dag. Já, hver kennitalagi? Já. Og hvað má bjóða þær að sitja þetta í langan tíma? Heyrðu, ekkert mál, ræddum þessu bara. Jú, minnsta málið, búin að því. Við erum stödd hér í fyrirtækinu Remote á Siglufirði sem sinnir fjarvinnslu, en fjarvinnsla er orðin mikilvægur hluti á atvinnulífinu hér á Siglufirði, ekki satt, Sólrún Júlíusdóttir? Jú, það er rétt. Við erum hér til dæmis að starfa fyrir 3 fyrirtæki. Það er Inkasso sem er innheimtufyrirtæki og Birtingur útgáfufélag og síðan er það Hópkaup sem að kannski margir kannast við, netkaupfyrirtæki. Og hér starfa 7 manns og við byrjum með 1 starfsmann 2010 og við höfum fjölgað sem þessu nemur. Og þið eru ekki eina fjarvinnslu fyrirtæki hérna á Siglufirði, mér skilst að það séu 4 svona fyrirtæki. Já, það er hér fyrirtæki á hæðinni fyrir ofan sem er að vinna fyrir Sparnað og Bænlíf. Þar starfa í kringum 10 manns og síðan er hjá Momentum. Þar eru 5-6 störf og síðan er lífsvalið í gegnum Sparisjóðinn. Já, þannig að þetta er orðið, nokkuð mörg störf hér í bænum. Nokkuð mörg störf, já. Og þetta skiptir miklu máli, það ekki fyrir svona lítið bæjarfélag eins og Siglufjörð að fá svona störf? Jú, virkilega. Þetta eru náttúrulega störf sem vantar ofta á svona litla staði. Að það eru þægileg skrifstofustörf sem er kannski ekkert endilega ætla konum en það sækja náttúrulega kannski bara meira í þau. Að þetta eru störfin sem hafa vantað. En hvers vegna vilja fyrirtæki í Reykjavík koma þessum störfum út á land? Það er kannski, ef maður hugsar það út frá þeirra fjárhag, að þá er náttúrulega ódýrara húsnæði hér og hér er stabílara vinnuafl. Hér er fólk lengur í sama starfinu. Það er kannski ekki svo mikið annað að hlaupa. Þannig að ég hugsa það sem er kannski aðalega það. En nú eru þið að vinna fyrir ýmsa aðila, meðal annars Inkasso sem margir þekkja og það hljóta ofta að vera svolítið erfið mál sem þið eru að vinna að. Jú, það er alveg rétt. Það eru erfið mál sem koma inn til okkar en við reynum bara að afgreiða þau eins vel og við getum og aðstoðum skuldarann við að greiða lánunum sínum með því að þá að dreifa afborgunum og slíku. Að það er vel tekið á móti öllum sem hingað inn og já, það hefur verið svona okkar kannski motto að segja ekki nei, hlutinir eru bara svona, ef við getum ekki borgað þá er það bara þannig, en við gerum allt til þess að fólki geti greitt að sínum skuldum og þó að sé það bara í lengri tíma. En hvað erum við að tala um, eru sem sagt hinn allræmdu innheimtu bréf send hérna frá Siglufirði það? Nei, þau fara frá Reykjavík en það verða mörg bréf til hér á Siglufirði en þau sendast út frá Reykjavík. En hvað með eitthvað viðskiptavini? Verða þeir ekki stundum hissa þegar þeir átta sig á því að þeir eru að tala við Siglufjörð? Jú, en það er samt skemmtilegt frá því að segja að það eiga svo margir rætur hingað á Siglufjörð. Að þegar það kemur upp í símtalinu að við séum hér, að þá kannski fer símtali oft út í að þekkja hana Stínu frænku og þá einhvern veginn er allt miklu léttara og fólk bara, já herði, ég geng bara frá þessu mánaðamótin, kem kannski kaffi til ykkar í sumar. Þannig að það er bara gaman að vera hér á Siglufirði með svona starfsemi. En hvað, hafið þið ekkert lent í því að einhverjir reiðir skuldarar hafi ruðst hingað inn? Nei, sem betur fyrr, það hefur ekki verið. Þannig að það er langt að fara. Það er langt að fara, já. En hvernig sérðu atvinnulífið hér á staðnum þróast í framtíðinni? Sérðu fyrir þér að fleiri fjarvinnslustörfum verði sinnt hérna? Já, ég er allan að horfa á það að við munum fjölga mjög líklega á næsta ári og þá náttúrulega bara sem tengist á Inkasso. En það er svo lítið mál að stofna svona lítil fyrirtæki út á landi til að sinna fjarvinnslu. Við erum til dæmis eins og með Birtingu útgáfufélag þegar þú hringir þangað og ætlar að gerast áskrifandi af vikunni, þá svarað á Siglufirði. Þannig að það er svo margt í boði, það er allt hægt.